Já, en á meðan Seinni hálfleikur að hefjast. Já, hann að hefjast. Fulltrúar þeirra flokka sem mælast undir 5% ætla að koma sér fyrir hérna í myndveri. Á meðan ætlum við aðeins að sjá fleiri landsmenn segja okkur hver brýnustu málin eru fyrir þessar kosningar og aðeins að skoða nánar hópa bæði frambjóðenda og kjósenda. Mig langar að sjá meira öryggi í heilbrigðisþjónustu og meiri þjónustu jafnframt og svo vil ég sjá lengra fæðingarorlof. Það eru menntamál, númer 1, 2 og 3. Heilbrigðismál að sjálfsögðu, staða aldraðra, en vinnustaðurinn minn er menntamál og hann stendur mér næst. Hækkun á lífeyri, hann er allt og lítið. Ég er starfandi kennari og manni finnst sá málaflokkur svolítið hafa gleymst í umræðinni og nú eru atgervisflótti úr stéttinni og við erum samningslausir grunnskólakennarar og maður svona upplifir að það sé svolítið bara svolítið hafi gleymst í umræðinni. Bara hækkun barnabóta og fæðingarorlof og annað. Það er náttúrulega heilbrigðismáli sem allir eru að tala um. Það hefur verið skorið niður mikið hérna á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, veit ég. Svo að því ég er heldri borgari, að þá finnst mér að það þurfa að laga okkar kjör. Í Bolungarvík þá náttúrulega erum við að spekla í þessu fiskeldi. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur þar. Verðtryggingamálin og svoleiðis sem að mjög skipta og ég held að það væri, ég valdi mig svolítið vonbrigðum að svona flokkarnir skuli ekki leggja meiri áherslu á þau mál. Ég myndi vilja sjá fleiri Austfirðinga í efstu sætum sem myndi komast á þing því að okkur vantar málsvar fyrir Austurland. Og svo finnst mér skipta miklu máli að það verði gerð göng frá Egilsstöðum yfir í Seyðisfjörð. Til dæmis slysagildrurnar á þjóðvegi þessa einbreiðu bíl að leggja áherslu að taka það. Það er lagt miklu meiri áherslu á þessi jarðgöng, mér finnst þetta miklu brýnandi. Bara hífa upp miðstéttina, myndi ég segja. Það er eitthvað sem maður gerir fyrir fjölskyldufólk og eitthvað sem maður skila sér til okkar. Það er bara sömu stjórn áfram. Já, það er þessi sjávarútvegsmál. Ég er í útgerð og uppbúsliðin mun hreinlega að taka af mér. Ef mér líst ekki á hann allan. Vegasambandið hérna á Austurlandi. Til dæmis er svo heilsársvegur yfir Öxi. Umhverfismál, dýraréttindi og líkt og heilbrigðiskerfi. En hverjir eru í framboði? 1301 einstaklingur er í framboði fyrir alþingiskosningarnar á morgun, 595 konur og 706 karlar. Þau bjóða sig fram fyrir 12 framboð. Elsti frambjóðandinn er Adda Bára Sigfúsdóttir sem býður sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavíkur kjördæmi suður en hún er 89 ára og 303 daga. Yngsti frambjóðandinn er Ásta Sóli Hjálmarsdóttir sem býður sig fram fyrir Alþýðufylkinguna í suðurkjördæmi og hún er 18 ára og 17 daga gömul. Algengustu nöfn frambjóðanda eru Jón, Gunnar, Guðmundur, Sigríður, Guðrún, Ólafur, Sigurður, Margrét og Kristín. Langflestir frambjóðandana eru nemar, en næstir eru kennarar, framkvæmdastjórar, ráðgjafar, alþingismenn, bændur, hjúkrunarfræðingar og öryrkjar. Flestir frambjóðandana eiga afmæli 4. mars, 11. maí og 22. júní eða 27 manns. En enginn þeirra á afmæli 29. febrúar, 5. mars, 15. maí, 28. júní eða 15. ágúst. En hverjir eru kjósendur? Kjósendur í alþingiskosningunum á morgun eru 246.515 talsins eða 3,6% fleiri en fyrir alþingiskosning 2013. Konur eru 50,1% kjósenda og karlar 49,9%. Kjósendur í suðvesturkjördæmi eru flestir, eða 68.242 eða 27,7% allara. Fæstir eru kjósendur í norðvesturkjördæmi eða 21.479 eða 8,7% allra. Og kjósendur eru, eðli málsins samkvæmt, á öllum aldri frá 18 ára. Núna ganga 15.743 einstaklingar að kjörborðinu í fyrsta skipti í alþingiskosningum
eða 6,4% kjósenda, en þeir sem eru orðnir 18 ára á kjördag hafa kosningarétt. Af kjósendum búa 13.841 erlendis og langflestir þeirra búa í Noregi, Danmörku og Svíþjóð eða 9.708. Velkomin aftur. Nú eru hingað í sjónvarpssal komnir fulltrúar annarra frambúða sem bjóða fram í þessum alþingiskosningum. Og ekki bara kynna ykkur. Jens G. Jensson frá Íslensku þjóðfylkingunni. Inga Sæland frá Flokki fólksins. Júlíus K. Valdimarsson, Húmanistum. Þorvaldur Þorvaldsson frá Alþýðufylkingunni og Ragnar Ingólfsson frá Dögun. Verið þið hjartanlega velkomin. Takk. Okkur langar að hefja þennan þátt eins og við höfum hafið marga málefni þætti, þar að segja að fá að heyra frá ykkur á hvað ykkar framboð leggur mesta áherslu á næsta kjörtímabili. Og förum bara í gegnum það á einni mínútu. Byrjum kannski hjá þér, Jens, gjörðu svo vel frá þjóðfylkingunni. Já, takk. Jú, við erum flokkur sem stofnaðar að miklu leyti í kringum innflytjendastefnu og takmarkanir á því. En þar sem við bjóðum nú bara fram í 2 kjördæmum sem eru bæði landsbyggðarkjördæmi, þá mun okkar fiskveiðistefna og okkar byggðastefna vera það sem við leggjum mesta áherslu á í þessum kosningum. Að sjálfsögðu höldum við fast við þau málefni sem við höfum haft í sambandi innflytjendamál. Þegar hvað varðar þau kjördæmi sem við erum í, þá það fiskveiðikvótarnir sem eru algjörlega númer 1 og efst á baugi og það óréttlæti sem þeir hafa valdið og svo byggðaröskun sem fiskveiðikvótarnir eru að gera núna og það hliðarverkanir og óæskilegar hliðarverkanir sem fylgja þessum lögum stjórnun fiskveiða. Við höfum lagt fram áður en hafi ljóst að við byggðum bara fram í 2 kjördæmum, þá lögðum við fram mjög fasta og ákveðna fiskveiðistefnu sem miðar beinlínis að því að koma kvótakerfinu eins og það í augnablikinu fyrir Katanef. Takk fyrir það, Jens. Inga Sæland, Flokki fólksins. Já, Flokkur fólksins var fyrst og síðast stofnaður til þess að skera herör upp gegn mismunun, lögleysu, fátækt og spillingu. Þegar þessi kona sem hér stendur heyrði það að 9,1% barnanna okkar líða hér misbygginn skort eftir ég hafði heyrt skýrslu UNICEF á Íslandi í janúar síðastliðinn, þá eiginlega þótti mér nóg Ég sjálf lögblind, 75% varalegur öryrki og ég veit hvernig það að sitja í neðsta þrepinu, ég veit hvernig það að vera fátækur á Íslandi, ég veit hvernig það að flest allt sé talið til forréttinda sem að öðrum þykir sjálfsagður hlutur. Við erum ansi stór hópur, öryrkjar og hluti eldri borgara, barna og láglaunamanna sem eigum það erfitt í landinu í dag og nú okkar tækifæri á morgun að taka höndum saman og sýna virkilega hversu öflug og stór við erum og hvað við getum gert ef við snúum bökum saman til þess að hjálpa okkur sjálf því það alveg nokkuð ljóst, bæði á fyrrverandi stjórnvöldum og núverandi að ef við hjálpum okkur ekki sjálf þá mun enginn gera það fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Júlíus K. Valdimarsson, Húmanistaflokknum. Já, höfuðmál okkar Húmanista að þjóðpenningakerfið. Það að flytja valdbankana sem þeir hafa núna til að útgefa rafræna peninga. Flytja það til Seðlabankan sem muni þá gefa út alla mynt, bæði seðla og krónur og einnig rafræna mynt sem 90% af því fjármagn sem í notkun. Peningastefnunefnd Seðlabankans mun svo ákveða peningamagn í umferð hverju sinni eftir efnahagsforsendum og þannig að verðbólgumarkmið séu virt. Með þessum hætti þetta forðast hrun af þeim toga sem varð hérna 2008. Einnig mikilvægt málefni okkar borgaralaun eða óskilist grunnframfærsla sem mikið talað Aldarheim núna að virtum hagfræðingum og mjög athyglisvert mál. Takk fyrir þetta, Þorvaldur frá Alþýðufylkingunni. Já, Alþýðufylkingi leggur á róttæka uppstokkun á tekjuskiptingunni í samfélaginu. Við teljum að það sé ekki nóg að tala að við viljum jafna kjörin, menn verða að grípa til raunhæfra aðgerða til þess að það nái fram að ganga, sem byggist á því náttúrulega að greina hvers vegna það svona ójafnt. Og það svona ójafnt vegna þess að það eru fámenn fjármála klíka sem arðrænir samfélagið og mest í gegnum fjármálakerfið. Við viljum félagsvæða fjármálakerfið þannig að það verði rekið félagslega ekki í hagnaðarskyni og það lykillinn að því
að meira peningum verði eftir hjá fólkinu og hjá samfélaginu í heild til þess að standa undir uppbyggingu innviða samfélagsins og við viljum í raun og vera allir innviðir samfélags séu félagslega reknir þannig að þeir séu hægt að reka þá hagkvæmt og öllum landsmönnum til hagsbóta en ekki til til arðnýtingar fyrir einstaka menn og í tengslum við þetta viljum við auka tekjujöfnun og bæta hlut landsbyggðarinnar líka. Takk fyrir þetta, Ragnar Ingólfsson frá Dögun. Já, við í Dögun erum hópur af fólki sem höfum verið að berjast fyrir bæði breytingum og réttlæti frá hruni og sum okkar fyrir hrun. Við komum úr verkalýðshreyfingunni, hagsmunasamtökum heimilanna, samtökum leigjenda, við erum með heilbrigðisstarfsfólk og kennarastéttinni. Þetta er mjög breiður og sterkur hópur sem er lausnamiðaður og okkar helstu baráttumál eru til dæmis samfélagsbanki sem líklegast eitt mikilvægasta hagsmunamál okkar Íslendinga í dag gagnvart ofurefli og okri fjármálafyrirtækjanna. Við viljum berjast gegn verðtryggingunni og okurvöxtunum, fara í húsnæðismálin með mun myndarlegri hætti heldur en hefur verið gert og síðan ekki síst grunnþjónustuna, heilbrigðismálin, auðlindamálin og við erum með mjög skýrar og góðar og raunhæfar lausnir í þessum málum. Takk fyrir þetta, Ragnar. Nú hafið þið fengið á undanförnum mánuði í kosningu og umfjöllun fjölmiðla hér í þessari stofnun og annara til þess að kynna stefnumálin ykkar og kynna fyrir kjósendum hvað þið standið fyrir og hvað þið bjóðuð upp á. Okkur langar að vita nú, og þið hefðu náttúrulega kynnt ykkur stefnumál annara flokka líka, hvað skilur þessa flokka að hér sem eru þið sem eru saman komin hér í kvöld, Inga Sæland, til dæmis í velferðarmálunum. Hvernig sker flokkur fólksins sig frá? Já, hann sker sig náttúrulega fyrst og síðast frá þar sem að formaður flokksins er öryrki og veit nákvæmlega hvernig það er að vera öryrki á Íslandi og þurfa að, eins og ég sagði áðan, upplifa það hvernig það er í Fílabeinsturninum á hinu háa Alþingi. Ég ætla ekki að meina að allir séu svona voðalega vondiðar en allavega þá virðist það ekki ganga upp að þeir geti í raunveruleikanum sett sig í þá stöðu sem að allt og margir af þjóðinu okkar búa við í dag. Og þess vegna segi ég það sem hefur skorið okkur frá og þess vegna fannst mér ástæða til þess að við stofnum Flokk fólksins. Það er í rauninni lítið annað og hefur lítið annað verið gert en að tala og mala um það hvernig á að bæta allt og laga en hins vegar þá höfum við setið eftir nákvæmlega eins og núna með þessu nýja frumvarpi almannatrygginga sem verið að setja fram og hefur ekki verið náttúrulega keyrt í gegn. Að þetta bara eins og ég segi, þetta fullfat af ryki sem verið að gusa í augun okkur kjósendum 2 mínútur í kosningar og sem gerir lítið sem ekki neitt fyrir þá sem minnst mega sín í þessu samfélagi. Þannig að það er þín persónulega nærvera í framboðinu en ekki beinleginn í stefnumáli? Það er ekki bara mín persónulega nærvera vegna þess að allir þeir og flest allir sem koma að Flokki fólksins í dag og við erum að bjóða fram í öllum kjördæmum. Það er fólk sem að situr nánast við þetta sama borð. En Jens, hvernig skerið þið ykkur frá hinum frambúðunum? Já, við skerum okkur nú í fyrsta lagi frá í innflytjendamálunum. En þegar að kemur til dæmis að þjóðfélagsmálum almennt að þá viljum við ráðast að spillingu sem við sjáum og getum skilgreint. Og við teljum að rótir spillingarinnar eigi uppruna sinn í sjávarútveginum og í yfirfærðum kvótum sem hafa verið seljanlegir. Síðan hafi þetta plantað sig í gegnum samfélagið, í gegnum til dæmis hlutafélagalög einkahlutafélög og ný lög fjármagnstekjuskatt. En í velferðarmálunum sem við vorum svona kannski aðeins meira að fiska eftir, er eitthvað þar sem að þið hafi í velferðarmálunum? Já, ég er að koma að velferðarmálunum. Já, gjörðu svo. Og þetta er orsökin fyrir því að það er gríðarleg þörf fyrir að gera tiltak í velferðarmálunum. Þetta er orsökin fyrir því að auður safnast hægt og rólega á færri hendur og dregst frá samfélögunum. Þetta er orsökin fyrir því að byggðarsamfélögin út á landi að þau eru að missa sínar útsvarstekjur og get ekki staðið undir því sem þau eiga að gera. Og sem sagt arðurinn af auðlindunum er alltaf í meira og meira mæli að færast á færri og færri hendur
og það eru gallar í þessari löggjöf og til dæmis gallin í löggjöfinni stjórnun fiskveiða, hann sá að það hliðaverkun svo að það bindast tvöfalt fiskverð í landinu sem í rauninni engin lög fyrir og þessu þarf að breyta og það þarf að gera það strax og þetta það eina sem ég get stutt í stefnu Pírata til dæmis. Takk fyrir það Jens. Júlíus K. Valdimarsson frá Húmanistum. Hvernig skerið þið ykkur frá í velferðarmálum? Já, ég held við skiljum okkur frá því á þann hátt að við viljum fara rótum vandans og ræturnar eru í efnahagslegum í fjármálakerfinu og það vegna þess að til dæmis við viljum vaxtalaust hagkerfi og þar að ræða sem sagt helming fjárlega hverju sinni sem fer upp til engabanka og það í rauninni algjörlega þarflaust. Almenningur græðir ekki á þessu og það vel hægt að reka samfélag án vaxta og þannig að með þessu verið að taka verðmætasköpun fólksins og það verðmætasköpun sem verður hérna í landinu og flutt út fyrir hagkerfið. Ef að verið að nota allt þetta fé til þess að vinna að samfélagslegum málum að þá það mikil bylting og verið að leysa mörg af þessum velferðarmálum sem verið að tala og einnig hitt þessar sífelldu kreppur að þá þjóðpeningakerfið það til þess fallið að minnka verulega hættuna á hruni eins og var síðast og kom náttúrulega gífurlega niður á fólki og þetta mál sem ekki ræðmikil en skera okkur mjög skýrt frá. Þau eru kannski ekki rætt mikil vegna þess að það tíðkast hvergi vaxtalaus samfélög í rauninni. Það arabalönd til sem hafa enga vextið og það gengur samfélagi alveg vel. Þetta mikil mýta, þetta manngert kerfi og allt sem manngert að það hægt að afnema af okkur sjálfum. Þetta val, það bara svo ótrúlega. En þjóðpeningakerfi sem þú ert að tala það það notað einhvers staðar? Fyrirgefðu? Þjóðpeningakerfi sem þú ert að tala það einhvers staðar í notkun? Nei, en það verið athugað og mögulega náði til dæmis í Seðlabanka Hollands og það var margir málsmetandi menn, Mervyn King fyrrverandi Englandsbankastjóri. En þá ekki ágætt að bíða eftir niðurstöðunni þaðan og athuga hvaða niðurstöðu það verður að þróa málin. En Ísland talið mjög gott land þar sem þetta útfæra svona kerfi og gæti orðið fyrirmynd og hjálp fyrir önnur lönd. Og það þarf bara að leggja áherslu á það að fara nýja leiðir. Ef við viljum ekki bara það sama sem hefur alltaf verið. Þorvaldur. Já, við skerum okkur kannski okkar svona helstöngin í velferðarmálum einmitt það Við höfum bent á það að ástæðan fyrir því að velferðin hefur látið drabbast niður undanfarna áratugi, þrátt fyrir að þjóðartekjur á mann hafi margfaldast, einmitt að þessi viðbót við þjóðartekjurnar hafa farið á færri og færri hendur. Og þetta hefur fylgt svokallari fjármálavæðingu sem hefur þróast á tímum offramleiðslu kreppunar í heiminum. Og þetta þýðir að ójöfnuðurinn eykst alltaf og það alveg sama hvað framleiðnin eykst. Að það eru fáir sem að hirða það og það verður alltaf tómt á botninn. Þannig að við segjum það til þess að til lengdar að geta fjármagna velferðarkerfið, þá þurfum við líka að breyta fjármálakerfinu þannig að það sogi ekki allt til sín. Þú talaði að félagsvæða það. Já, félagsvæða. Nú samflokksmaðurinn þinn sagði í viðtali að þú værir kommunisti og hann væri kommunisti líka og þið værum samt ekki alveg kommunistaflokkur, en ég meina, ekki full reynt með kommunisman? Sko, við getum alveg, sem kommunistar, getum við alveg starfað með fólki sem ekki kommunistar. Já, en ég meina, og það þarf ekki endilega að vera svo langt bil þar á milli. Sko, kommunistar ekki svo sérstakur þjóðflokkur eins og þú kannski verið halda, en sem sagt, ég held ég þekki það ágætlega bara af sögunni. Alþýðufylkingin vinstri flokkur sem byggir á félagslegum lausnum og þá erum við ekki að tala að við tökum aðeins tilbaka í ölmusu formi gegnum skattkerfið til þess að dreifa út meðal almúgans, heldur, við köllum það félagslegt sem að auðvaldi fær ekki tækifæri til að græða á. En hvaða kommunisti þá þín helsta fyrirmynd? Það margir. Ég hef enga eina fyrirmynd sem í öllu, sko. En Venezuela núna rekið með mjög stífum sósíalisma. Það eitthvað sem að þið... Ég hef nú sagt áður í viðtali, ég hef ekki kynnt mér vel framvinduna í Venezuela og ég tel í raun og veru ekki að við þurfum einhverja afgerandi fyrirmynd
enda hefur það ekki gefist svo vel. Er ekki skynsamlegt að leita fyrirmynda í það sem gefist hefur vel? Jú, það er hægt að leita, það er hægt að draga jákvæða og neikvæða lærdóma af flestu. Hvaða neikvæða lærdóm dregur þú á kommunisma? Já, hann hefur kannski ekki náð nægilegum árangri, en sem komið er. En þú vilt samt nýta kenningar hans? Já, í mörgu. Og ég held að í raun og veru, í hverju landi, í hverju menningu, á hverjum tíma, leitar sósíalisminn sér sinna leiða. Við hljótum að geta gengist inn á það að Ísland í dag, með alla sína möguleika, með nokkuð hátt menntunarstig og svona framleiðsluapparat og svo framvegis, miklar auðlindir, hefur meiri möguleika til að feta sig átt að sósíalisma heldur en önnur lönd höfðu fyrir 100 árum. Takk fyrir þetta. Ragnar Ingólfsson frá Dögun, hvernig skýrið þið ykkur úr í velferðarmálunum? Ég vil kannski byrja á því að taka velferðarmálin þannig að stað okkar í heilbrigðiskerfi, menntamálunum, löggæslu, málefnum aldraðra og öryrkja. Þetta er ekki eitthvað ástand sem að gerist yfir nótt. Þetta er afleiðing áratuga vanrækslu stjórnmálamanna á þessum kerfum. Og það sem við höfum verið að benda á og okkar lausnir sem skera sig kannski virkilega úr að það er uppstokkun á lífeyrissjóðakerfinu. Lífeyrissjóðakerfið til dæmis er farið að vinna mjög alvarlega gegn hagkerfinu og okkar mati og það sýnir sig kannski best í því að við erum að hækka hér iðgjöld upp í 15,5% og iðgjöldin í kerfið er að nálgast núna næstu árum 200 milljarða á ári. Innlendar eignir lífeyrissjóðanna eru 2700 milljarðar cirka bát og ávöxtunarkrafan sem að sjóðirnir gera á íslenskt hagkerfi fer að nálgast aðra 200 milljarða. Þannig að við erum komið álag á samfélagið og hagkerfið upp á 400 milljarða á ári. Við þurfum einfaldlega að fara að hugsa þetta kerfi upp á nýtt og hætta þessu samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða sem býr til endalausar fátækragildur bæði fyrir eldri borgara, fyrir öryrkja og þá sem þurfa að nýta þessi kerfi og við þurfum einfaldlega að horfast í augu við það að þessi kerfi eru hrunin og þetta kerfi hrundi í rauninni 2009. Síðan erum við með samfélagsbankahugmyndina. Við viljum ekki banna fjármálakerfið eða banna bankana eða eitthvað slíkt. Við viljum aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabankastarfsemina sem hefur verið stunduð í bakábyrgð skattgreiðenda hingað til og samfélagsbankahugmyndin hún á að geta veitt þeim þúsundum einstaklinga og fjölskyldna sem fóru hér í þrot eftir bankahrunið og eru milli skips og bryggju í kerfinu, fá ekki greiðslukort, fá ekki tryggingar fyrir leigu og þetta kerfi og þetta samfélagsbanka fyrirkomulag á að geta komið inn í okkar samfélag og sett svolítið tóninn fyrir fjármálakerfið í heild sinni, lækka hér vexti og þjónustugjöld og unnið með samfélaginu fyrir samfélagið en ekki á móti því. Takk fyrir það. Við ætlum kannski að því að við erum að tala það sem að sker svona flokkarna frá hverjum öðrum og hinir sem að voru hér fyrir í kvöld. Jens, þú nefndir strax innflytjendamálin að þjóðfylkingin íslenska hefði verið stofnuð í kringum þau en sá málflutningur virðist ekki hafa náð flugi í samfélaginu, þið mælist ekki með það mikið fylgi. Hvers vegna ekki? Sá málflutningur hefur eflaust náð talsverðu flugi ástæðan fyrir við mælumst ekki með mikið fylgi svo við bjóðum ekki fram lengur hérna á höfuðborgarsvæðinu þannig að það er alveg örugglega ástæðan fyrir því. En það er líka einhver ástæða fyrir því að þeir bjóðu ekki fram í fleiri kjördæmum. Það kannski hangir saman við stuðninginn. Nei, það er út á öðru sem það er ekki að ræða hérna. En þið mældust ekki með mikið fylgi fyrir ekki grip fram í fyrir þér áður en það var ljóst að þið byggðuð ekki fram í öllum kjördæmum. Já, það hraðféll þá. Já, þið mældust ekki með mikið fylgi Nei, við mældust með tiltölulega hátt fylgi með aðra smáflokka, það gerðum við, það er alveg vitamál. En nú við sjáum bara innflytjenda málaflokka í nágrannarlöndunum til dæmis, sumstaðar ná miklu flugi. Það er alveg klárt mál að málefni sem varða innflytjendur og málefni sem varða þjóðlumálefni að þau ná flugi allstaðar og þau myndi ná flugi hér einnig ef við getum boðið fram í öllum kjördæmum. Það er alveg klárt mál. En hitt er svo aftur á móti annað mál
að við höfum náttúrulega fleiri mál á dagskrá núna og það eru kosningar á morgun. En hvað finnst ykkur, hvert aðalatriðið í varðandi innflytjendur? Þið hafið sagt þið viljið síður fá múslima til Íslands. Við viljum forðast þau vandamál sem að nágrannaríkin okkar hafa lent í. Og mörg af þeim vandamálum þau tengjast múslimum. Það bara síðast í dag að ég var að lesa grein þar sem að verið að tala atvinnuþátttöku fólks og þar eru náttúrulega múslimar eru bara lítill hluti af innflytjendum, bæði þar og hér. En atvinnuþáttaka þeirra er mjög lág og ég hef starfað erlendis sjálfur í 20 ár, þar af 11 ár núna í Danmörku. Tölum Ísland, hver atvinnuþáttaka múslima hér? Hver atvinnuþátttaka? Hún mjög lág með aðra innflytjendur. Aðra innflytjendur eru með 95 og upp undir 100% atvinnuþátttaka. Það kannski ekki samræmt við það sem að flytja hingað til þess að vinna á móti þessum að koma hérna sem flóttamenn. Hvað meinarðu? Það munur á til dæmis pólskum innflytjendum sem að koma hér til þess að vinna, sem koma hér sérstaklega sem erlend vinnuafl. Ég að tala innflytjendur, ég ekki að tala flóttamenn. Og svo þeim sem að... Ég að tala innflytjendur, ég ekki að tala flóttamenn. Við erum með innflytjendastöfnu, við erum alltaf á flóttamannastöfnu. Við viljum hjálpa flóttamannum, en við viljum velja innflytjendur. Það stór munur á flóttamannum og innflytjendur. Að vera innflytjandi viðvarandi ástand, að vera flóttamaður tímabundið ástand. Og það mjög erfitt að flytja hingað til lands ef þú kemur utan EES. Það alls ekkert erfitt. Ef þú kemur utan EES. Að flytja hingað fleiri hundruð manns í hver einustu viku. Og þeir koma hér og þú sér það á ekki einu sinni. En það vantar vinnuafl á Íslandi. Það er ekkert erfitt að flytja hingað, það bara mjög auðvelt. Ef þú kemur utan EES, þá er það víst erfitt að fá leyfi til þess. Það er víst erfitt að fá búsetuleyfi á Íslandi ef þú kemur utan EES. Já, ef þú kemur utan EES, já. En viltu velja flóttamenn líka? Nei, ég vil ekki velja hennar. Þannig að ég er mannúðarsinni og vil hjálpa fólki. Ég skilgrein ekki fólk sem fólk. Það eina sem ég ger það að mér þykir vænt samfélagið sem ég býi, mér þykir vænt samfélagið sem foreldrar mínir og afa mínir og ömmur hafa byggt upp og ég á erfitt með að sætta mig við það að það eigi að breytast af utanaðkomandi áhrifum og sérstaklega trúarlegum og við höfum aldrei liðið nein trúarleg áhrif á okkar samfélag, við höfum heldur breytt trúnni. En nú varst þú innflytjandi lengi, hvernig gekk þér? Var ég innflytjandi? Já, ég meina þú bjóst erlendis? Já, ég var innflytjandi í Noregi. Og gekk það vel? Já, ég flaggaði norska fánanum og gekk í 17. maí skrúðgöngu og börnin mín syngja norska söngva og börnin mín syngja norska söngva og ég á mér að segja börn og barnabörnar eftir og bæði í Noregi og Svíþjóð. Þannig að ég átti ekki neina vandamálum. Inga Sæland, hver er ykkar stefna í innflytjendamálum? Ég held næstu allavega að ég ekki norska herinn. En jæja. Við í rauninni höfum haft þá stefnu að taka utanum flóttamenn eins og að vera að gera núna. Okkur finnst það til fyrirmyndar og eins og áður margoft hefur komið fram hjá mér. Mér finnst til fyrirmyndar og okkur í Flokki fólksins hvernig hefur verið búið af flóttamönnunum okkar eins og til dæmis á Akureyri. Og þess vegna númer 1, 2 og 3 að við séum tilbúin til að taka við flóttamönnum, að við séum tilbúin til að veita þeim þá aðhlynningu og alúð sem þarf til sem líði vel hérna hjá okkur og finnist þau eiga heima hérna. Og eigum að taka á móti fleiri? En í sambandi við, ég er bara þokkalega sátt við það eins og það er í dag, vegna þess að við líka búum við, og eins og til dæmis þegar þú talar innflytjendur, réttar að sagt, já, innflytjendur eins og núna, þá finnst okkur í fólki ég fann ekki eins og allir hínir að snúa nafnin okkar við. Í Flokki fólksins þá finnst okkur ástæða til þess að horfa til þess sem er að gerast núna, það sem er að flæða hérna inn fólk frá bæði Albaníu og Makedóníu, það er að koma hér innflytjendur sem vita það fyrirfram að þeir ekki að fá hæl hérna og það er engin fordæmi fyrir því almennt að undanteknu því sem að gerðist með litla drenginn þegar að þau voru boðið velkomin, litla veika drengi sem allir þekkja nú þá sögu. Ég meina að, nei, ég er ekki. Við þurfum að stytta tíman í þessu umræðuefni. Já, ég meina, ég verð náttúrulega að fá að klára þetta. Já. Vegna þess að það sem ég ætla að segja er það að, ég var alltaf að byrja að tala, eska mín. Nú, já, þú ert búin að tala aldrei lengi samt þetta mál. Nei, ég verð nú að fá að klára þetta. Já, gjörðu svo vel. Það sem ég ætla að segja er það að við viljum frekar flýta þessu ferli. Við erum að láta fólk bíða hér í óvissu í mánuðum og jafnvel árum saman
á þess að það færa að vita hvort það að komið að fara og í þessu tilviki þá teljum við afskaplega mikilvægt í stað þess að vera að sko eða kannski 2 milljörðum króna í það að vera með einhvern biðtíma fyrir fólk sem að við vitum að við erum að senda úr landi. Við viljum frekar láta þetta fé einmitt á stríðshrjáð svæði þar sem að virkilega við gætum hjálpa þeir sem að eiga virkilega bágt. Júlíus, húmanistar eru alþjóðleg hreyfing og það kannski felst í nafninu að þið viljið taka vel á móti fólki sem kemur annars staðar frá eða eitthvað? Meina það, við viljum gjörbreyta viðhorfinu til innflytjenda og innflytjenda mála. Þá verða hérna áhersla á það að flytja inn þúsundir af innflytjendum. Það þjóðhagslega hagkvæmt, það hefur sýnt sig að það engin kostnaður á þessu. Það kostnaður í fyrstu, en síðan það þjóðhagslega hagkvæmt. Innflytjendur leggja meira til samfélagsins heldur að taka út úr því. Skiptir máli hvaðan fólk kemur eða hverjar trúar það Engan veginn. Og þá að hætta öllum brottvísunum og þá að reyna að fá fleiri innflytjendur til að koma til landsins. Varðandi flóttamannavandann, þá ríkir mikið hræsni á Vesturlöndum það hvernig talar þetta. Íslendingar tóku þátt í árásinni á Írak á sínum tíma og í gegnum NATO árásinni á Líbíu. Sérfræðingar í málefnum Austurlanda eru sammála það að þetta meðal annars var til þess að ISIS-samtökin eru til. Síðan flýr hérna fólkið og sprengjuregnið af okkar hendi sem til þess að ná í aðalega oljulindum þessa landa og þeir stremma til Evrópu og eru sendið tilbaka. Þetta eins og að kveikja í húsi hjá fólki, það kemur hlaupandi út og síðan að rekið aftur í eldin. Takk fyrir þetta. Það að hugsa þetta upp á nýtt. Þorvaldur. Já, við viljum vera opin fyrir innflytjendum og flóttamönnum og teljum að Ísland getur tekið við talsvert fleiri flóttamönnum heldur en raun ber vitni og ég tek nú undir það sem Júlíus sagði að þar kemur náttúrulega Íraksstríð og í raunum fleiri gerningar sem Ísland hefur átt aðild að sem hefur kynnt undir þessum vanda og okkar stefna náttúrulega fyrst og fremst að Ísland hætti þeim leik að kynda undir styrjöldum sem að hrekja fólk á flótta. Við teljum númer 1 að innflytjendur og flóttamenn þeim sé ekki jaðarsettir í samfélaginu. Þeir fái sömu réttindi og sömu skyldur aðri. Þeir séu ekki látnir vinna á lægstu launum, búa í versta húsnæðinu og í raun og veru ýtt í sérstök hverfi þar sem húsnæðið ódýrast, heldur að þau geti lifa bara sama lífi og við hinn. Og það sem Jens var nú að vísa til reynslu af Norðurlöndum, þá þetta einmitt. Menn vísa oft í hana svona yfirborðslega en eftir því sem að ég þekki til, þá reynslan á Norðurlöndum einmitt svo að þar hefur skapast viss vandi vegna þess að innflytjendur hafa verið jaðarsettir í svo marga áratugi og að jável næstu kynslóðir eru bitrar vegna þess að þær hafa hrakist úr skóla og í raun og veru ekki fengið tækifæri til að vera hluta af samfélaginu. Takk fyrir þetta. Ragnar Ingólfsson frá Dögun. Já, við Dögun erum með mjög einfalda stefnu í þessum málum. Við viljum taka vel á móti fólki sem kemur hingað, við viljum standa við alþjóða skuldbindingar. Flóttamannavandinn ekki eingöngu bundið við það fólk sem að koma hingað, heldur líka af hverju og við höfum ekki heyrt mjög hátt það talað eða í okkar alþjóða samfélagi fjöldamorðin í Sýrlandi og bara það ástand sem að skapast í heiminum og ástæða þess að fólk að flýja stríðshrjáð svæði. Þannig að við viljum fyrst og fremst taka vel á móti fólki sem kemur hingað og það þýðir náttúrulega líka við þurfum að taka okkur svolítið á og gera okkur í brók varðar grunnþjónustu, húsnæðismál og heilbrigðisþjónustu. En eins og við segjum í Dögun að það allir jafnir fyrir Dögun. Þannig að við allavega eins og sé stefna okkar svo að virða alþjóðasamninga. Að þú nefnir alþjóðasamninga þá langar okkur að taka eina hraða spurningu þá hina sömu og við tókum hér áðan. Það að segja, viljið þið þjóðaratkvæðagreiðslu ESB á næsta kjörtímabili og ef já, á hún þá að snúast á spurningin að vera framhald aðildarviðræðina eða einfaldlega já eða nei aðild að Evrópusambandinu. Júlíus, ef þú byrjar. Já, við erum fylgjandi því að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir sitt álit þetta.
Sjálf erum við á móti því að spurningin fyrir ekki truflaða því þetta hraðaspurning. Spurningin á þetta að vera atkvæðagreiðsla inngöngu í Evrópusambandið eða framhald aðildarviðræðna? Innganga. Ha? Inngöngu í Evrópu. Inngöngu, já eða nei. Þorvaldur? Já. Ef það verður þjóðaratkvæðagreiðsla sem ekki neitt markmið sjálfu sér frá okkar sjónarhóli, þá á hún að snúast inngöngu í Evrópusambandið eða ekki. Takk fyrir þetta. Ragnar? Stefna okkar í dögun þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður og þá tvíþætt spurning hvort að ég byrja upp á nýtt eða halda þeim áfram vegna þess að við erum ekki að fara að semja við sama Evrópusamband og við slitum viðræður við. Takk fyrir þetta. Jens? Nei, ég tel ekki það og ef það verður spurning þá á spurningi bara að vera beint aðild og vegna þess að það ekki tilneitt, það verður að liggja fyrir að þjóðin hafi áhuga á að gangast undir aðild áður en að aðildarviðræður fara fram. Takk fyrir þetta. Inga? Flokkur fólksins metur alltaf þjóðaviljan. Við viljum beint lýðræði allt sem að kemur til með að varða þjóðina til framtíðar, hvort sem það aðild að Evrópusambandinu eða Schengen eða hvað sem en stefna okkar í flokki fólksins það að við erum ekki hlynnt umsókn að Evrópusambandinu eins og Takk fyrir þetta. Nú styttist í það að þessum þætti ljúki. Þið hafið haft mánuð til þess að kynna ykkar stefnumál og ræða við kjósendur og fara allt og höfða til þeirra að þeir kjósi ykkur. Nú staðan svo að í könnunum að það virðist allt benda til þess að ekkert ykkar náið manni á þing. Okkur langar að gefa ykkur tækifæri til þess að í stuttu svari að fara yfir það hvers vegna kjósendur ættu að kjósa ykkur og við skulum hafa svörin tiltölulega stutt. Við byrjum á þér, Jens. Nú við í Íslensku þjóðfylkingunni við höfum byggðastefnumál sem að ganga út á grunnatvinnuvegina og við viljum berjast gegn þeim flótta og fjármagni og aðstöðu sem hefur átt sér stað út úr landsbyggðinni og við viljum byrja á sjávarútveginum og landbúnaðinum. Við viljum brjóta upp kvótakerfið eins og það Við viljum nota kvótakerfið eins og það allt í lagi. Við erum á móti uppboðsleið en við teljum að kvótakerfið búið til slíka mismunun sem ekki var ætlunin að kvótakerfið gerði og þetta viljum við brjóta upp. Við viljum brjóta það upp með því að fá allan fisk á markað. Við viljum gefa frjálsar strandveiðar algjörlega án þess að takmarka veiðarfæri eða neitt slíkt og með þessu viljum við gera aflaheimildir miðum við það að gera aflaheimildir verði litlar eða jafnvel verðlausar. Áframhaldandi viljum við byrja á því eftir að taka ákveðna fisktegundir út úr kvóta hægt og bítandi þannig að kvótakerfið verði að endingu að því sem það upphaflega var ætlað til, verkfæri til að stjórna fiskveiðum, ekki verkfæri til þess að flytja fjármagn frá þeim stöðum þar sem fjármagnið er búið til og á fáar hendur upp í fjármagnseigenda-skrimslið. Takk fyrir þetta, Inga Sæland. Af hverju á fólk að setja XVF? Vegna þess að flokkur fólksins að berjast gegn sérhagsmunum og græðgisvæðingunni og spillingunni sem við höfum mátt þola undanfarin ár og það í rauninni líðst engum. Við erum almannahagsmunaafl sem fyrst og síðast viljum hafa þannig að við séum ein þjóð í landinu. Ein þjóð sem þarf ekki að sitja heima með tannpínu af því að hún hefur ekki efni á að leita sér tannlæknis eða hefur ekki efni á að kaupa lyfin sín eða leita sér lækninga. Við viljum líka sameina landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið. Við viljum gefa litlu sjávarplássunum okkar sem að sofna út af vegna þessa fáránlega framsalsleyfi sem kom til á sínum tíma. Við viljum efla litlu byggðirnar okkar, við viljum sjá líf út allt, við viljum tengja saman í sambandi við ferðamannaiðnaðinn okkar. Þannig að við getum veitt þessari nýju auðlind út allar koppagrundir en ekki bara hérna á suðvesturhorninu og fyrst og síðast þá viljum við vera sjálfbær í sambandi við ylrækt og annað slíkt. Við viljum ekki pissa skordýraeitri eins og að gerast hérna í Danmörku og annað slíkt á innfluttu grænmeti sem sannarlega að koma frá Spáni. Við viljum frekar láta borga fullt verð fyrir raforkuna okkar til álvera og niðurgreiða til garðyrkjubændana okkar og fá fullt af fallegum gróðurhúsum út allt land. Við viljum sjá eitt Ísland í landinu okkar og við viljum sannarlega að við snúum bökum saman núna og kjósum F á morgun því að það veitir ekki af þessari rödd hérna á þingið. Þó enginn vilji sjá mig af þeim sem sitt hér núna. Júlíus frá Húmanistaflokknum. Fólk á að kjósa okkur vegna þess að
nýfrjálshyggjan og fjármálakerfi sem það hefur kokkað upp og þessi markaðshyggja, spákaupmennskan og öll þessi illutæki loka framtíðinni og eftir því sem að þeir verða lengur við líði verður aðstæðan verri. Það tillögur breytingar á fjármálakerfinu sem að við höfum talað munu opna framtíðina. Við höfum líka ómælda trú á fólkinu. Við getum gert þær breytingar sem að við viljum og okkur dreymir meðal annars vaxtalaust kerfi sem alveg sjálfsagt að koma á. Við viljum mennska framtíð og hún verður. Vegna þess að við höfum frábærar kynslóðir sem til allrar hamingju hafi ekki kokgleypt þessar slæmu hugmyndir í sama mæli og þessi vandræði kynslóð sem við komum frá. Svo ég segi bara fyrir mennska framtíð setið X við H og hver veit hvað gerist? Takk fyrir þetta, Júlíus. Þorvaldur, Alþýðufylkingunni. Já, fólk ætti að kjósa R-lista Alþýðufylkingarinnar vegna þess að við höfum ítarlega og útfærða stefnuskrá sem byggir á, sem í raun og veru lykillinn að því að stokka upp tekjuskiptinguna hérna til jafnaðar. Með félagsvæðingu fjármálakerfisins og annarra innviða samfélagsins þá í raun og veru verður verðmætasköpun meira í forgrunni í atvinnulífinu og lífsgæði almennings í staðinn fyrir gróði fárra. Og þetta verður líka, og þannig að auðlindirnar einnig skili sér til þjóðarinnar, þetta er lykillinn að því að landsbyggðin geti blómstrað og innviðirnir geti endurreisa innviði samfélagsins án þess að þeir þurfi að skila arði til einhverja eigenda af því að það er bara fólkið sjálft sem á þetta saman og í raun og veru þá snýst þetta að stærri hluti af kapitalinu í samfélaginu verði sameiginlegur og félagslegur en ekki í eigu fárra sem notan til að arðræna og féfleta samfélagið. Það er svona XR. Hvort sem við komumst inn á þingið ekki, þá höldum við áfram baráttunni og þeim fleiri atkvæði sem við fáum, þeim meiri lyftistöng verður fyrir þá baráttu. Byltingin hættir aldrei, Þorvaldur. Ragnar Ingólfsson. Dögun með, að mínu mati, mikilvægustu stefnumálin sem að kjósendur geta kostum í þessum kosningum. Það sem ég vil kannski fá að ræða hérna er einmitt, við eigum erfitt uppdráttar þessi minni framboð. Við höfum ekki sama aðgang að bæði fjölmiðlum og umræðinni eins og stóru framboðum gera, bara eins og vera hérna í B-deildinni í kvöld, en samt með fullri virðingu fyrir RÚV. En það sem að staðreyndin er svo að það eru gríðarlega margir kjósendur sem eru óákveðnir. Takk fyrir það, Inga. Það eru gríðarlega margir kjósendur sem eru óákveðnir og það eru nægilega margir kjósendur óákveðnir í dag til að koma öllu þessum framboðum á þing. Svo stór hluti er óákveðin. Þannig að ég vil segja við kjósendur að látast ekki stjórnast af vafasömmum skoðanakönnunum, þögguninni og hafa kjark til að kjósa eftir sinni dýpstu sannfæringu í stað þess að velja á milli eða rauninni velja einskásta kostin. Þess vegna held ég að Dögun sé fyrst og fremst besti kosturinn í stöðun í dag fyrir kjósendur. Og þú átt síðustu orðin í leiðtogaumræðum á RÚV fyrir þessar kosningar. Ég þakka ykkur innilega fyrir komuna til okkar. Takk fyrir að bjóða okkur. Já, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Já, þeim er sem sagt lokið hér leiðtogaumræðunum á RÚV fyrir alþingiskosningarnar á morgun. Já, þetta voru fínir 2 tímar. Við þökkum ykkur áhorfendur góðir fyrir samfylgdina og vonandi voru umræðurnar hér í kvöld gagnlegar. Við hvetjum ykkur til að mæta kjörstað á morgun og kjósa. Alveg sama hvernig veðrið verður. Kosningavaka RÚV hefst annað kvöld klukkan 21:45, korter í 10 og við getum nú alveg reiknað með því að hún standi vel fram á sunnudagsmorgun eitthvað. Já, við sjáum hvernig gengur að telja, en verið þið sæl. Takk fyrir okkur.